við leikarar, við getum líka verið nervösa. Verðum að þurr í munninum og... Jæja, það sem ég náttúrulega... Hæ, Jóngnar, ertu komin? Hæ. Ok, mjög gaman að vera hérna í dag og hlusta á allt þetta svona óleikt og eins að það var sagt aðeins að fjalla leikhúsið og taka sjálfa mig sem dæmi ákveðin svona svolítið reynslusögu, en það ekki bara það. Ég nefnilega líka búin að, ég var menntuð leikkona í Danmörku og tók meistaranám í leikhúsfræði í Danmörku þar sem ég var að rannsaka stjórnunaraðferðir sem leikstjóri. Og seinna svo bæti ég við markþjálfunarnám hér á Íslandi í 2010. Það sem ég mig langaði að þróa áfram þessi samskiptatækni og markmiðasetningu sem ég hefði uppgötvað var mikilvægur grunnur af stjórnun og forystu í leikhúsinu. Ég með handrit hér sem einhvað var að skipa mig, nei, joke. Þetta handrit sem ég eiginlega byrjaði með að skrifa á dönsku, því að danskan náttúrulega mitt tungumál og það sem ég menntuð mig í Danmörku það auðveldara fyrir mig að tala á dönsku. En til að þjóna ykkur ég búin að fá hjálp til að þýða það yfir á íslensku. En það þýðir líka að ég verði svolítið að lesa upp inn á milli. Jæja, en þetta verði ekki fyndið. Ég veit ekki hvort ég gamanleikari eða dramatískur leikari. Skiptir kannski ekki öllu máli heldur. Ég vann fyrsta 7 árin sem leikari bæði í Árósum og Kaupmannahöfn, þar sem ég útskrifaðist og í mjög hefðbundnu leikhúsi. Þessi leikhús voru öll byggð á hefðbundnum valdapíramída, hierarkí, sem leikari var ég háð sín leikhússtjórana og sín leikstjórana. Hlutverk mitt var að fylgja sín þeirra og stefnu og að leika hlutverk mín samkvæmt þessari sín þeirra. Ákvarðanir val af leikverkum eða leikrænum áherslum voru teknar áður að ég kom á verkefninu. Leikstjórinn mætti á fyrsta æfingu og sagði frá því hvað hann ætlaði að gera með leikverkið. Eða hún. Og síðan byrjuðum við. Orð hans voru lög sem veitti ákveðin öryggi, sérstaklega ef maður treysti fagmennsku leikstjórans. En ef leikarinn treysti ekki leikstjóranum, svo byrjuðu að gagnrýna hann á laun. Ef þau úttöluðu sig óánægju sína gat það haft í för með sér átök. Stundum voru þessi átök uppbyggileg, en stundum voru það ekki. Á þessum tíma sá ég ekkert athugavert við þetta skipulag. Þetta var líka eina skipulagið sem ég þekkti. Ég fekk mjög spennandi hlutverk sem leikkona í Danmörku. Og ég fekk líka viðurkenningu fyrir það sem ég gerði, en samt sem áður svo byrjaði ég að leiðast. Hvað var það sem vantaði? Mér langaði að taka meira þátt og vera meira skapandi. Ég vildi vita af hverju sum leikverk voru sett á svið en önnur ekki. Hvað var það sem réð valinu? Ég vildi læra og þróa mig sem leikari í gegnum starfið, bæði persónlega og faglega. Og svo vildi ég líka ráða meira. Svo ég byrjaði að leikstýra og skrifa leikverk. Þegar ég leikstýrði, uppgötaði ég að ég notaði sjálfkrafa sömu stjórnunaraðferðir og ég verði alin upp við. Allir ákvarðanir þurftu að fara í gegnum mig. Ég fekk að vera
skapandi og ráðandi. Leikarnir átti bara að leika hlutverk sín og ekki rakræða of mikið innbyrðis, því það gat truflað það sem ég vildi og ætlaði. Í rauninni, ég var í raun alveg samfærð að ég var bæði meira skapandi og meira hugmyndarík en hinir í hópnum. Hugmyndina mínar voru bara í grunninn betri en hugmyndir annarra. Ég hefði uppgötvað mín eigin innræðisherra, týranninn í mig. Og með týranninn fylgdi líka ákveðin einmanaleiki, sem í raun og veru var verst ef ég var ekki alveg örugg eða efaðist hvort ákvörðun sem ég tók var sú eina rétta. Ég hefði ekkert að móta ábyrgðinni, en ég uppgötaði að ég kom fram við leikarana á sama hátt eins og hefur verið komið fram við mig. Ég hefði engar aðferðir eða skilning af því hvernig ég gæti breytt þessu vinnulagi. Ég vissi einfaldlega ekki hvað ég átti að nota í staðinn. Svo ég fór í nám. Ég vildi rannsaka aðra leiðir til að stjórna. Ég vildi rannsaka hvernig ég gæti leitt vinnuferli þar sem allir höfðu möguleika á að skapa og þróa sig, ekki þróa sig. Jú, þróa, ekki þróa. Ég búin að læra þetta. Samt það svolítið ruglingslega stundum. Þróa sig bæði faglega. Hvernig þróa maður sér faglega? Og som einstaklingar. Já, svo er það smá fyndin samt. Til þess að koma eins langt frá stjórnuna aðferðunum sem ég hefði upplifað sjálf og notuð, valdi ég að rannsaka aðferð sem kallast devised theater. Devised theater eller devised leikhús skilgreint sem sameiginlegt ferli þar sem leikhópin skapa og móta leiksýninguna saman. Í hefðbundnu leikhús kemur textin alltaf fyrst, yfirleitt alltaf fyrst. Það svona ákveðin hierarki, það sem textin höfundur kemur fyrst og leikstjórinn og svo svona, en stundum það að rífast höfundur eða leikstjórinn hver kemur fyrst, hver hæst í hierarkínu, en aldrei leikarana, þau koma alltaf síðast. Ok, áfram. Ok, hvað kom ég langt? Jú, en í devised leikhús getur verið að við byrjum á hugmyndavinnu og spuna og textin spretta síðan fram úr þessu vinnu. Þetta er ákveðin tegund af hópleikhúsi og devised leikhúsaðferð byggja á hugmyndafræði sem grunnvallast af lýðræði og hugmyndin að við erum ekki eins. Við höfum mismunandi styrkleika en við erum mikils virði. Það sem sýningin sköpuð í sameiningu eignarhaldið af verkinu líka sameinlegt. Og það þýðir að ef allt vel gengur, get ég ekki eignað mér einu alla heiðurinn. Ég verð að deila honum með hinum. Mitt eigið sjálf, egoið, þarf að yfirgefa svæðið. En á móti fær ég stærra, fjölbreyðari hugmyndasmiðju og vonandi, eða það ekki vonandi, að því ég veit að ég fær glaðari, sjálfstæðari og meira skapandi samstarfsfólk. Í sambandi við egoið langar mig að segja að mín reynsla að þegar allt gengur vel hættan að því að allir í hópin líta svo á framlag þeirra var einmitt það sem gerði leiksýninguna svona góða. Og þau eiga verkið aðeins meira heldur en hinir. Við erum bara svo eins. Þess vegna það svo mikilvægt að þegar allt gengur vel að allir fái viðurkenningu fyrir framlagið sitt, annars getur komið upp átök og deilur. Mikilvægt að stjórnandinn setji kastljósið á hinar.
þegar illa gengur, þá þetta með ígúðu minna mála því að þá nennur enginn að eigna sér verkið hvort sem Samkvæmt niðurstöðuna mína, rannsóknin sem ég gerði í meistaranáminu mínu og mín reynslu sem leikstjóri hérna síðasta árin sem leikstjóri, þeir valið að kalla stjórnunaraðferðina mína frá ljósmóður aðferðina. Þetta var eiginlega í grunninn líka fyrsta device sýning sem ég gerði, hún heit Mamma Mamma og var rannsókn af móðurhlutverkið. En þá það líka að því orðið ljósmóðir, þá lít ég á mig sem aðstoðarkona við fæðingu. Leiksýning þarf að fæðast. Og til þess að vera góð aðstoð við fæðingu leiksýningar þarf þetta hér að vera fyrir hendi. Og nú fáið ég að horfa og lesa. Tröst. Tröst lykilorðið. Við getum ekki farið fram eða pressað alla til að trista hvort annað. En við getum hjálpað þetta áleiðis. Það lykilatriði hvernig samskiptum háttað og hér gegnir leiðtoginn mikilvægi hlutverkið. Við verðum að vera forvitin, opna okkur og vera forvitin í stað þess strax að finnast eitthvað. Rósa og tala viðurkennandi som værdsættende samtale på dansk. Værdsættende samtale, vi er búin að þýða það viðurkennandi. Að tala viðurkennandi að setja fókus á það sem virkar, það sem við viljum fá meira af, sem náttúrulega líka í sama hugsun eins og markþjálfun, coaching, það sem við setjum fókus á það sem við viljum meira af, það jákvæða og aðeins sleppa það sem virkar ekki því að það skiptir náttúrulega bara hvort sem engun máli. Segja sannleikan, þetta erfitt, en segja sannleikan og hvað það eiginlega að segja sannleikan? En það sem við skulum hugsa ef ég segja sannleikurinn minn, þá verður ég að muna eftir að það ekki endilega sannleikurinn fyrir öðrum og það gefa ákveðin auðmýkt. Ég get samsagt og það skapa eiginlega tröst að ég þora að deila mig og það sem ég að hugsa með öðrum en samt vita að þetta ekki sannleikurinn fyrir allar. Ok. Skýrar leikreglur og skýr hlutverkaskipti. Hver gerir hvað? Í svona device-sýning þá má við alveg skipta hlutverk. Ég get farið upp á sviðið og vera að prófa eitthvað og biðja eitthvað leikari að setja niður í sal og koma með hugmyndir eða horfa og svo getum við talað það á eftir. En það þarf að segja það. Nú skiptum við hatt. Þá það bara mjög gaman. Það mjög mikilvægt að líka segja frá tímaramman og fjárhagsramman, það sem við getum hreyft okkur innan. Það leggur líka ábyrgð á hópin. Já, næsti. Þetta var ekki næsti. Þetta var næsti. Það mjög mikilvægt að greina á milli hugmyndavinna, leikja tímabils eða leikja fasa, segja já-fasa, það sem mikið flæði og tíman það sem við tökum ákvöðuna eða það umræðu hlutina og við veljum út. Það mjög mikilvægt, hvort það bara við segjum bara það 10 mínútur til hugmyndavinna eða hvort það heila viku, það sem við erum bara að opna fyrir þetta flæði, sköpunarflæði. Það mjög mikilvægt að vera ekki gagnrýnin inni í þessi tímabil. Og það mjög mikilvægt að segja frá leikstjórinn og segja nú erum við í þessi tímabil og nú skiptum við yfir í hitt tímabilið. Því að það sem það gerist þegar við byrjum að vera gagnrýnin að segja nei, mér finnst ekki þín hugmynd rosalega góð þarna. Það ef við bara verum hrætt að gera mistök og hrætt að vera hafnað. Og ótti ekki mjög loka eiginlega fyrir sköpun. Svo það næsti, þetta fyrsta skipti sem ég með PowerPoint. Gengur bara frekar vel hjá mér. Einhver verður að rósa manni, náttúrulega. Reglulegt stöðumat. Það mikilvægt að leiðtoginn
með reglulega að segja hvað við erum stödd. Við erum stödd núna hér, þetta eru svona, það vandar þetta er ekki, en við erum með þetta og svo lýsa aftur hvað við erum að fara. Og líka bara til að segja, þurfum við aðeins að breyta sýn okkur þarna í framtíðina? Er það eitthvað við þurfum að laga? Það er mikilvægt sérstaklega í svona devised ferli, þar sem það er rosalega oft stundum rosalega kaotísk vinna. Það er 7 punktar, bara rólegt, það er bara 7. Þetta er vinsæl 7 habits of highly effective people. Ég tók líka 7 punktar hérna því að ég vil vera með. Að leggjast undir feld, já, draga sig í hlé. Ég held eiginlega að þetta er erfiðast. Þetta með að við tökum aðeins time out, við erum aðeins svona draga okkur inn í okkur sjálfur eða fara í göngutúr eða eitthvað, og það er eiginlega ekki bara mikilvægt fyrir leikstjórinn, heldur líka fyrir hópinn, aðeins að taka sér tíma en ekki fyrir það aðeins að vera í eitthvað skjá, bara aðeins að loka augun og fara innað. Og stundum leyfum okkur þetta ekki, en Margrét var náttúrulega líka að tala það, og það er eiginlega alltaf að tala þetta. Því að stendur ekki bara að skoða gamla hugmyndir sem við annan festu sjálfkrafa í. Þetta er útskýringin af hverju það er mikilvægt. Hlusta á innsæið. Já. Þegar maður vinnur í leikhúsið, þá erum við mjög vanir og hlusta á innsæðinu okkar. Við erum eiginlega alltaf einlega þarna, en það, ég á minnstu kosti mjög mikið þar, en það er líka mikilvægt að hlusta á innsæði annara og spyrja eiginlega stundum, en ekki hvað fannst þér, heldur hvað þín tilfinningu fyrir þetta? Hvað það fyrst sem þér datt í hug? Hvað var það? Var það eitthvað sem þú finnur eða svona ekki finnur, heldur já, þið má alveg hjálpa mig hér uppi. Þetta er ekki eins og, já. En það nefnilega bæði, já, þetta er verkfæri eiginlega. Og þetta er jafnverkfæri í sköpun minna ég, og í rökræðum og við ákveðna, þegar við erum að taka ákveðun hvað við viljum og hvað viljum ekki. Mér finnst það jafn mikilvægt. Ok, þetta var 7 punktar. Tröst var eiginlega lykilorðið í mínu verkefni. Það kom upp aftur og aftur þetta með trösti. Tröst er andstæðan við kvíða. Þegar tröst ríkir er engin kvíði eða ótti við að gera mistök eða virðast kjánalegur. Kvíði loka á lærdóm og sköpun, en tröst opnar. Faglegt tröst, félagslegt tröst og tröst til innsæðisins. Og þau blandast oft saman, en það gætir alveg verið á vinnustöðu þar sem það er faglegt tröst en ekki félagslegt tröst. Eða öfugt, það er ekki faglegt tröst en það er félagslegt tröst og tröst á innsæðinu. Í dag set ég ekki bara upp, ég er ekki bara leikstjórastjóri af svona devised leikhús. Ég leikstýra líka mér að hefðbundnari leiksýningum þar sem langt flestar ákvarðanir fara í gegn mig. En innri týraninn minn, innræðisherran eða konan, hún hefur fengið góða og mátulega áskorun frá ljósmóðurinni. Og þetta er orðin bara frekar hamingjusamt hjónaband. En ég verð að viðurkenna, ég þarf alltaf að vera vakandi og skoða að vera vakandi fyrir þessi týran. Fylgjast með. Takk fyrir mig.